Skaftafell var gert að þjóðgarði árið 1967. Flatarmál þessa stærsta þjóðgarðs í landinu er 1600 ferkílómetrar eða 1,6% af flatarmáli landsins. Með stofnun hans var mjög stórt svæðið friðað fyrir ágangi sauðfjár og gert að sameign þjóðarinnar sem tugir þúsunda sækja heim árlega. Ætlunin er að leita upp í ýmsa heillandi staði innan þjóðgarðsins sem margir kannast við og aðra sem erfitt er að nálgast en teljast með þeim fegurstu. Í Morsárdal er víðáttumikið undirlendi umgirt gróðurvöxnum hlíðum Skaftafellsfjalla. Innst er miðfell með miðfellstind í hæstum, 1430 metra háum. Framar í dalnum að sunnanverðu er birkivaxin Skaftafellsheiðin. Morsá fellur fast upp að henni og sameinast Skeiðará nokkru neðar. Við mynni Morsárdals leggst Skeiðarárjökull að Jökulfelli og þar er útfall Skeiðarár undan jöklinum. Skeiðará hefur borið fram gífurlega mikinn aur og myndað eins konar hleðslu fyrir Morsárdalinn. Innri hluti Morsárdalsins er þakinn bæði ljósum framburði úr Kjósinni og dekkri framburði frá Morsá og Morsárjökli sem eiga upptök innst í Morsárdal. Birki og lúpína nema ört land í þéttum framburði Skeiðará. Veturinn 1990 var ný brú lögð yfir Morsá. Áin hafði þá verið óbrúuð í nokkur tíma eftir að gamla brúin lét sig. Margir leggja nú leið sína yfir Morsá í Bæjarstaðaskóg sem er vestanmegin í dalnum. Skógurinn er aðeins 25 hektarar að flatarmáli en var mun stærri til forna. Skógurinn var friðaður og girtur árið 1935 en þá var hann aðeins 11 hektarar. Nokkru fyrir neðan og utan Bæjarstaðaskóg stóð forðum bærinn og kirkjustaðurinn Jökulfell sem talið er að hafi eyðst í Öræfajökulsgosinu mikla árið 1362. Í upphafi 18. aldar mátti enn sjá rústir af kirkju og garði, en Skeiðará hefur nú hulið þær með framburði sínum. Í skóginum er aðalega birki, einkar beinvaxið og stofnar þess gildir með hvítum berki. Á fyrri hluta 18. aldar var skógurinn nefndur Skaftafellsskógur eða bændaskógur og meðal annars nytjaður af skattbændum í Suðursveit og Vestursýslunni. Það er fyrst seinna eða á þriðja tug þessarar aldar að farið er að nefna skóginn Bæjarstaðaskóg.
Skógurinn var nýttur til beitar og áreftis en fyrst og fremst til kolagerðar. Kolagerð lagðist að miklu leyti af 1880 og alveg þegar farið var að nota nýja gerð ljáa frá Skotlandi. Skosku ljáina þurfti ekki að dengja en til þess voru kol mikið notuð. Á hverju hausti máttu sjá bændur við kolagerð í skóginum. Að verki loknu héldu þeir á brott með hestburð af kolum. Skaftafellsbændur fylgdu gjarnan þeim sem héldu til viðar og leiðbeindu kolagerðina, völdu staði og gættu þess að rétt væri að farið. Fyrir daga friðunar var uppblástur mikill á jöðrum skógarins og stemdi ört að eyðingu hans. 1 metra breið jarðvegsspilda fauk burt af jöðrunum árlega. Bæjarstaðaskógur er nú í örum vexti. Saga þessa skógar er lýsandi dæmi árangur friðunar og þótt margir hafi lagt hönd á plóg við friðun skógarins, má öðrum fremur þakka þann gjörning Hákoni Bjarnasyni skógræktarstjóra. Elstu tré í skóginum eru talin vera 140 ára gömul. Og því hefur skógurinn verið að vaxa frá því rétt fyrir 1860. Hæstu tré voru þá mannhæðar há og skógurinn þéttur. Meðalhæð trjáa var 4 til 5 metrar árið 1901 en hæstu tré 6 metra há. Nú, 90 árum síðar, er meðalhæð trjáa 8 metrar og hæstu tré 12 til 14 metra há. Nú skal haldið inn eftir Morsárdal meðfram hinum ört vaxandi hálsskógi að Rauðhellum og hugað að jarðsögu þeirra. Rauðhellum má skipta í 3 jarðmyndanir. Neðst eru fjölmörg hraunlög sem runnið hafa á hlýskeiði. Í kjölfar þess hafa myndast allþykk setlög á rofskeiði. Því næst huldi jökull landið og eldgos urðu undir ís á jökulskeiði og til varð þykkur stafli af móbergi. Skilin á milli hlýskeiðs og jökulskeiðs eru 2,7 milljónir ára, en þá var þungi síðustu ísaldar hvað mestur á norðurhveli jarðar. Frá Rauðhellum liggur leiðin í Kjósina sem gengur vestur úr Morsárdal. Kjósin er umgirt háum fjöllum sem ná yfir 1000 metra hæð yfir sjávarmáli. Kjósin er tregt laga með frekar þröngu opi til austurs. Hvergi í þjóðgarðinum er fjölbreytni í gerð steintegunda og jarðlaga meiri en einmitt í Kjósinni. Mest ber á hvítu eða ljósu líparíti sem skorið er af dökkum blágrýtisæðum. Það sýnir að eitt sinn var hér kjarni mikillar eldstöðvar. Hér hafa eldgos aðalega orðið á jökulskeiði þegar þykk íshella huldi svæðið. Við erum stödd í innsta hluta Kjósarinnar þar sem landslagið minnir óneitanlega á risavaxið grískt hringleikahús. Alla Kjósina berst niður Kjósarlækjarins eins og stórfljót væri að ræða. Efst á skörðóttum börmum Kjósarinnar rísa skarpir klettar, til dæmis hinn illkleifi gígtappi Þumall,
sem er 1279 metra hár. Morsárjökull er falljökull innst í Morsárdal. Þar mjakast ísbreiða Vatnajökuls fram af háum hömrum sem eins konar jökulfoss. Mjöllin fellur aðalega úr 2 giljum og er fallhæðin 350 metrar. Neðan hamrana fergist mjöllin á ný, þjappast og skríður fram sem mjög sprungin jökull eftir dalbotninum. Svonefndar svigður í yfirborðinu gefa til kynna rennsli jökulsins og myndast ein slík árlega sitt hvoru megin við röndina sem liggur eftir jöklinum miðjum. Svarta röndin er úr lausu bergi á megin ísaskilum. Framan við jökultótuna hefur myndast lón þar sem stakir ísjakar brotna frá jöklinum og bráðna. Framan við lón Morsárjökuls eru jökulgarðar. Lega þeirra vitnar fyrri framrásastig jökulsins og loftslagsbreytingar. Í útjaðri þjóðgarðsins, langt inn á Vatnajökli, liggja Grímsvötn, umgirt þykkri hjarnbreiðu jökulsins. Þessar myndir voru teknar í Grímsvatnagosinu 1983. Íshellan yfir eldstöðinni hefur tekið að brotna og sprengigos er hafið við samspil berg, kviku og jökulvatns. Svartar öskutrjónur rísa með ógnarhraða og aska, gosmöl og jakaflykki falla út á barm íshellunar. Öldum saman var vitað tilvist Grímsvatna, en nákvæmlega þeirra var ókunn þar gaus árið 1934. Jarðhitasvæðið í Grímsvötnum, það stærsta á jörðinni, bræðir geil í ísinn fyrir ofan og þar safnast fyrir mikill vatnsborði. Vatnsborðið undir ísnum rís vatnsmagnið nær að lyfta íshellunni, brýst fram á Skeiðarársand og veldur hlaupi í Skeiðará. Skammt vestan við Miðfellstind er mikil meistarasmíð frá náttúrunnar hendi, Þumall. Hann rís 170 metra yfir umhverfi sitt. Fyrstir til að klífa hann voru 3 hjálparsveitarmenn úr Vestmannaeyjum árið 1975. Vestan í Skaftafellsfjöllum skaga 2 nes. Á milli þeirra er eins konar vík og þar er Norðurdalur. Skeiðarárjökull skríður fyrir Norðurdal og stíflar uppi leysingarvatn í dalnum. Þar hafa myndast 5 lón sem öðru hverju tæmast og valda minniháttar hlaupi í Skeiðará. Norðurdalur er mjög afskekktur og þar leysir ísa seint, enda gæti sólar lítt vegna legu dalsins. Bergtegundir eru meðal annars líparít og blágrýti. Hér hafa eldgos aðalega orðið undir jökli. Við slíkar aðstæður verður bergkvika að ýmsum gerðum móbergs. Frá Norðurdal er haldið yfir sprunginn jökulinn fyrir Færneseggjar til söðurs að Færnesi, en svo nefnist vestasti hluti Skaftafellsfjalla. Færneseggjar eru brattar og mosavaxnar.
og þar voru fyrrum tínd fjallagrös. Gífurlega sprungur mynduðust í jöklinum við framrás hans sumarið 1991. Jökullinn mátti heita sprunginn langleiðina frá Skeiðarársandi til Grímsvatna. Skeiðarárjökull skríður fyrir Færnesið á framrásinni niður Geysi breiðan dal. Fyrrum var gott haglendi í Færnesi. Nú þar óvíða mikill gróður, en hann eykst sumstaðar ofardregur. Þetta stafar af því að jökullinn hefur þynnst mjög og eru neðanverðahlíðarnar sem áður voru huldar jökli nú íslausar. Þessa sjást glöggt merki, til dæmis af fornum jökulröndum, 150 metrum hærra en jökullinn nær nú. Skeiðarárjökull stærsti daljökull Evrópu. Við höfum ferðast frá efstu mörkum hjarðsvæðis að Sporði, 70 kílómetra vegalengd, en að flatarmáli Skeiðarárjökull 1580 ferkílómetrar. Aðstæður á Skeiðarárjökli voru margt óvenjulegar sumarið 1991. Í upphafi árs tók sporður jökulsins að rísa og þegar kom fram á mitt sumar voru sum fjöll vestanhans, sem alla jafna sjást úr austri, hulin af jökulbungunni. Jökullinn ýtti á undan sér görðum og gríðarstór ísflykki féllu fram. Framskrið jökulsins tók kipp og vestast á sandinum skreið hann fram 1 kílómetra en 200 metra að austanverðu. Þegar jökullinn hegðar sér þannig sagt að hann hlaupi og gerðist það síðast árið 1929. Skaftafellsheiðin hefur verið friðuð árabil og árangurinn greinilegur. Uppblástur hefur verið heftur og gömul rofabörð eru tekin að gróa. Samfelldur gróður nær upp í 700 metra hæð við rætur Kristínartinda. Sérstakir göngustígar beina fólki leið þjóðgarðinn sem annars léti fljótt á sjá vegna sívaxandi fjölda ferðamanna. Á Skaftafellsheiðinni má sjá mörg góð dæmi það hvernig náttúran græðir rofabarð. Torfustykki hafa losnað frá barðinu og lagst yfir moldina fyrir neðan. Smám saman hefur gróður náð yfirhöndinni og lokað sárinu. Þar sem allur jarðvegur fokinn burt hægfara jarðvegsmyndun hafin á ný. Fyrst með harðgerðum jurtum og í kjölfarið fylgja birki, víðir og annar gróður.
Í þjóðgarðinum mjög góð aðstaða fyrir fjölskyldufólk og hægt að fara í lengri eða skemmri gönguferðir sem henta fólki á öllum aldri. Ein þekktasta perlan í þjóðgarðinum Svartifoss í Bæjargili. Margir leggja leið sína að fossinum enda liggja að honum góðir göngustígar. Áin sem myndar Svartafoss nefnist Stórilækur. Umgjörðin mynduð af reglulegum blágrýtisstöðlum sem ná í hálfhring fossinn. Jarðfræðingar telja bergið ungt, en aldursgreining þess hljóðar upp á 310.000 ár. Þá rann hraun niður Skaftafellsheiðina og fyllti gamlan árfarveg. Hraunið safnaðist fyrir í lægðinni og hraunkvikan storknaði afar hægt. Afleiðing þess var myndun mjög reglulegra stöðla þar sem nú Svartifoss. Neðst í Bæjargili rennur Stórilækur fram á sandinn, en þar skammt frá stóð hinn forni Skaftafellsbær aldir. Fyrir daga varnargarðana máttu bændur þola ágang Skeiðarár, sem að lokum leiddi til þess að bærinn var færður upp í heiðina á 19. öld. Framburður Skeiðarár var mikill, og sem dæmi má nefna að landið hækkaði 12 metra á árunum frá 1860 til 1960. Í Bæjargili skilyrði gróðurs einkar góð og fjölbreytni tegunda mikil. Þar getur einnig að líta fleiri fallega fossa.
Við yfirgefum þjóðgarðinnan þessu sinni í kvöldsól og kyrrð þegar Öræfajökull skartar sínu fegursta. Ég losna aldrei við íslenska tröll og heftir för mín og fætur. Glysta mig jökla, bræða mig hræ, fjötra mig firðir og festa, klaka böndum. Komdu heim, rópa fjöll, komdu heim, sá þín fyrst kom, teygjaðu lindina tætt, við rætur fjallsins. Komdu heim, rópa fjöll, komdu heim, sá þín fyrst kom, Hér er úrvals teygjaðu lindina tætt, við rætur fjallsins. Komdu heim.